Hæ, góðan daginn. Nú er ég komin til Jónsbæjá. Hvað í hausnum á honum Putin? Hann alveg að ganga úr göflunum og lappa bara á veggi? Og hvað að frétta hjá Kínverjanum sem besti vinur hans, Putins? Þeir að gera eitthvað saman eða ekki? En það sem hann búinn að vera að fylgast, þá spyr maður sjálfan sig. Hvað í andskotanum að gerast í hausnum á honum Putin þessa dagana? Núna þetta 3. vikan sem hann búinn að vera í árás við Úkraínu og við fordæmum þá árás. Því hvað í andskotanum hann og ætlar hann sér meira? Ætlar hann að fara eitthvað lengra en Úkraínu? Við verðum að standa sem vörð og fylgjast með og ekki vera feimin við það að tjá okkur. Því hér tjáningafrelsi. Við búum í frjálsu landi og við fáum ekki 15 ára dóm bara fyrir að segja sannleikann og hvað að gerast og hvort þetta sé sanngjarnt eða ekki. Til hvers var hann að koma? Hann byrjaði að taka þessi 2 héruð og var að segja að það væri svo mikið óræði þar. Allir með óróa. En þetta bara samþjappaði þjóðina og Zelenski hefur þjappað þjóðinni ennþá. Ég held að það hafa mælst örugglega 90%. Og allir mjög ánægðir með forseta sinn. Enda mega að vera það. Þessi forseti, hann bara stendur með þjóðinni og segir, ég þarf ekki að fara. Komið frekar með vopn. Og hann stendur með þjóðinni og ennþá og fer upp í sjúkrahús og lét einn fá verðlaun, eitt hermann og heimsætti hermann þarna á staðnum og þetta var bara mjög átakanlegt og bara búið að vera mjög átakanlegt núna þessa dagana og ég er búinn að vera að fylgjast með þessu og vera að skjóta alla innviði, sjúkrahús, skóla, rafmagn, hita, Tjernobyl og núna þessi staðsta kjarnorku í Evrópu í hættu, minn ég telja. Því maður veit alls ekki hvar maður hefur hann Putin. Hann Putin svolítið dularfullur. Hann mjög dularfullur að þú sérð ekki svipinn á honum. Hann það dularfullur að hann brosir ekki. Hann það dularfullur að ég held að hann sé bara snar klikkaður. Hann bara snar klikkaður í hausnum. En við verðum að muna eitt, að það ekki Rússar sjálfir eða þeir sem búa, þeir vilja ekki þetta stríð. Þeir búin að vera mótmæla eins og ég veit ekki hvað og þeim bara hent í fangelsi og það 15 ára dómur og það segir engin neitt og gerir engin neitt. Menna, getum við bara setið og hort á þessi myndskeið, ljósmyndir sem segja allt. Menna, við þurfum ekki eins og hlusta á fréttir. Það bara þessi ljósmyndir, vídeó sem tekinu upp, það sanna fréttir. Þessi fréttamaður því miður sem lést núna í gær frá Bandaríkjunum og því miður man ég ekki nafna á honum og afsaka það. Og maður alveg bara hissa og núna 20.000 hermenn að koma og sjálfboðaliðar og hjálpa Úkraínumönnum. En þeir þurfa að fara líka í
hernum. Núna nálgast þetta mjög nálægt Póllandi og þetta bara nokkra mílur frá Póllandi sem þeir að sprengja. Og hvað gerist þá? Ef þeir gera óvart skot yfir á Pólland, þá NATO-ríkin sem þurfa að svara fyrir því. Við viljum frið. Við viljum ekkert stríð. Við viljum frið. Og hver vill vera með stríð? Í dag, 2022. Það eru 30 ár síðan, 91, þegar Júgóslavía og Sovét voru og við ætlum ekki að hafa meiri. Þetta bara nóg, við viljum ekki stríð og við viljum eiginlega stoppa Pútín af. Og hann ætti að fá dóm fyrir þetta, því þetta eru ekkert annað en stríðsglæpir og það þarf að stoppa mannin af, því að hann ekki heill á geði. Það bara mín skoðun. Ég ekki að segja að hann sé það, það bara mín skoðun. Það þarf að gera eitthvað til að stoppa, mér langar að segja fífl, en stoppa þennan mann, út af því að hann ekki alveg eins og hann klæddur. Eins og þið sjáið, þá eru margar milljónir, núna hátt upp í 3 milljónir sem eru á flótta. Og þetta á eftir að aukast og ef við gerum ekkert, þá, þú veist, við verðum að gera eitthvað. Ég veit að það búið að fara með vopn alveg til Úkraínu og allt það og það eru sjálfboðaliðar sem að fara í stríð þarna og reyna að stoppa þetta ástand og það þarf bara að stoppa þetta ástand og líka þessi frá Hvítabirninum, Hvíta-Rússlandið, það á ég við, að hann líka stríðsglæpamaður og einræðisherra sem ætti að láta rannsaka. Og láta hann kannski að fara í straumstólinn eins og að gert við í gamla daga við fólk sem var með geðveilu. En því miður þá það sagt, þessi menn eiga að fá dóm og landsréttur, alþjóða á að taka þetta og ég skil ekki okkur að, ég veit að maður má ekki segja of mikið því að það margt sem maður veit ekki hvað að gerast í kringum okkur. En Kínverjinn hann neitar að Pútín sé að biðja hann aðstoð og Pútín búinn að reyna að fá aðstoð líka frá Arabalöndunum og 12.000 og af hverju þarf Pútín aðstoð? Ég veit að hann mislukkaðist, hann alveg mislukkaður. Hann ætlaði að klára þetta á 2 dögum en núna komin að fara að ganga í 3 vikur og það þarf að stoppa mannin af og áfram Úkraína, við stöndum með ykkur og bara Guð blessi Úkraínu, áfram Úkraína.